Velkommen í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 34 af þessu hlaðvarpi. Í dag held ég að ég sé að fara að gera eitthvað sem að ég hef ekki gert lengi, en núna er ég staddur í útlöndum og mér tókst því miður ekki að taka upp þátt fyrirfram áður en ég fór til útlanda. Þannig að hér er ég í Airbnb herberginu mínu að taka upp þennan þátt á símann minn. Þú tekur eflaust eftir hljóðgæðamun núna þegar að þú ert að hlusta á þennan þátt miðað við alla hina. Röddin mín er yfirleitt skýrari og örugglega bassa meiri heldur en hún er núna. En ég ákvað að frekar en að seinka útgáfunni einhvern tíma að taka frekar upp svona stuttan neyðarþátt í dag, þannig að ég gæti gefið hann út á réttum tíma. Ég er í útlöndum í tónlistartengdri vinnu og ég var að rekast á svolítið því tengdu eiginlega sem að mér fannst smá magnað og tengist tungumálum og þá sérstaklega því að læra tungumál mjög mikið. En ég er staddur á stað í heiminum þar sem að það er ekki sjálfsagt að allir kunni ensku. Og þá meina ég ekki bara að allir sem sjá þig gera ráð fyrir því að þú talir tungumál þessa lands eða þessa svæðis öllu heldur. Heldur er líka bara fólk í þjónustustörfum sem að yfirleitt kann ekki ensku eða kann hana illa. Þannig að ég er búinn að heyra mjög mikla frönsku talaða á mig. Ég man ekki eftir því hvort að ég hafi talað eitthvað mikið tungumála bakgrunninn minn í kynningarþættinum mínum, en ég lít á mig sem einhvern sem að kann germönsk mál ágætlega. Öll þau tungumál sem að ég hef lært í skóla og hef talað hvað mest af eru öll germönsk, sem þýðir þá að ég hef eiginlega lítið sem ekki neitt kynnt mér rómönsk mál. Auðvitað kann ég ágætlega stóran hluta af því, það er að segja af þessum málaflokki, út frá enskunni, sem að hefur náttúrulega orðið fyrir miklum áhrifum af rómönsku, bæði í gegnum Rómarveldið sjálft sem náði til Englands, en þó líka sérstaklega í miðaldastríðunum milli Frakklands og Englands, og svo líka bara í seinni tíð í aristókrata veldinu sem að ríkti Evrópu. En þar fyrir utan hef ég lítið sem ekki neitt lært rómönsk mál nema í stuttum lærdómsmaníum, þar sem að ég ákvað í einhverju kasti að núna skildi ég laga þetta og loksins læra, eins og til dæmis frönsku. En það entist mjög stutt. Og að sjálfsögðu kann ég eitthvað meira heldur en einhver sem kann bara ensku og rómönsku út frá ensku, vegna þess að ég hef verið í tónlist svo lengi.
en ritaða málið sem að finnst í klassískri tónlist helst ítalska. Og kannski síðasta skrefið til þess að segja þennan uppbrotna bakgrunn minn í rómönskum málum, þá auðvitað pínu lítill hluti íslenskunnar sem að hefur orðið fyrir áhrifum frá latínu og þá í gegnum kirkjuna. Þá eins og messa sem að kemur frá latínu og liturgía formið á hverri einustu messu og svo þeir sem að hafa verið teknir í heilagra manna tölu. Those who are in the tally of holy men heita þá sancti, sem þá bara eins og enska saint. En það ekki mikið meira af latínu sem að hefur þurft að blæða inn í íslenskuna fyrir utan það. En þá að koma að málinu að það búið að tala fullt af frönsku á mig og ég hef eiginlega ekki neitt getað svarað neinni frönsku. Nema að mér tókst að svara þeim hlutum og því sem að ég gat einhvern veginn áttað mig á að ég gæti sett saman út frá þessum pínu litlu hlutum sem að ég hef einhvern tíma æft eða heyrt sem frasa. Því í hvert skipti sem að ég, nú ekki til nógu góð íslensk orð sem að segja þetta nógu afslappað, þannig að ég sletti hérna og segi þegar ég panikaði, when I panicked, þá kom ekkert fram á tunguna nema það sem ég átti til á tungunni. Ég missti stjórn á hausnum þegar að þrýstingurinn kom á mig að þurfa að svara einhverju og gat bara sagt það litla sem að mér yfir höfuð datt í hug að segja. Og þegar ég gat ekki einu sinni sagt neitt, þá hreinlega bara hristi ég hausinn eða kinkaði kolli til þess að segja jafn einfalda hluti og já eða nei. Auðvitað eru til einhverjar setningar sem að ég gæti logið mig í gegnum á frönsku ef ég virkilega reyndi og ef að það væri nógu lítil pressa á mér til þess að ég gæti skilað henni frá mér. En hana hef ég aldrei fundið, þar að segja, ég hef aldrei fundið þessa ró þegar ég var komin í þær kringumstæður að þurfa að segja nokkuð. Þá tapaði ég allri stjórn og gat bara sagt það fáa sem að bjó í mér, það sem að hafði eins og flutt inn í mig. Og mér finnst þetta rosalega svipuð reynsla og það að spila tónlist á sviði. Allavega þannig erfiða tónlist og þannig hugrænt áreynslu mikla tónlist eins og klassíska tónlist eða nútíma tónlist. Þar sem að þegar ég farin í gang á sviði og með allt það stress í mér sem því fylgir, þá get ég voða lítið einbeitt mér að því að gera eitthvað sniðugt. Ég missi eiginlega allt pláss til þess að hugsa skýrt og hugsa eitthvað sniðugt og hendurnar mínar sem ég nota til að spila gera eiginlega bara það sem að ég hef náð að kenna þeim að gera. Ég segi ekki að það gerist sjálfkrafa, en það greinilegur munur á þeim augnablikum þar sem að ég hef beitt mjög miklum tíma
í að búa til öryggi og vissu í því að hendin ætti að gera nákvæmlega þennan hlut og ekkert annað, og svo þá staði sem að ég hafði kannski þóst vera alveg viss á og ég þyrfti ekkert meiri tíma til þess að æfa. Þetta er einfalt og ég skil þetta. Hvað er vandamálið? Jú, vandamálið er það að ég mun klúðra þessu þegar að stressið kemur og stjórnin fer. Núna var ég að upplifa akkurat þetta, þar að segja að spila á sviði og klúðra einhverju á furðulegum augnablikum sem að ég hafði kannski vanmetið eða hreinlega bara ekki litið jafn mikið á. Og mér fannst gaman að sjá að þetta sama væri að gerast hjá mér varðandi tungumálið mín. Og mér fannst þetta svona eiginlega huggandi og bjó til eins og annars konar öryggi fyrir mig. Því núna veit ég það að allavega fyrir mig þá er ekkert svo vitlaust að æfa hreinlega litlu hlutina. Nú eru örugglega mörg ykkar sem að eru á þeim stað að þið lesið tungumálið mjög vel, þið hlustið ágætlega, þú ert mögulega að skilja meira og meira af því sem að ég er að segja, en þegar að kemur að því að tala, þá ertu mjög lengi að fara í gegnum þá hluti sem að þú þarft að ná að segja. Ef þú hefðir blað og blýant eða tölvu fyrir framan þig og kannski 2 mínútur til þess að hugsa þig þá gætirðu mögulega sagt mjög flókinn hlut og örugglega gert það nokkuð vel. En í stressaða augnablikinu, þá gastu bara sagt, jú, fínt, eða eitthvað álíka stutt og þunnt. Þannig að kannski væri þetta þá einhver hlutur til þess að skoða. Ég ætla að fara að skoða þetta allavega í kennslunni minni. Hvort að það sé vit í því að innan samtalsæfinga að komast á þann stað að vera hreinlega að æfa einfaldar setningar aftur og aftur í mismunandi samhengjum þar til að setningin er bara eins og tilbúin á tungunni. Að þú getur bara hent henni frá þér þegar hún kemur. Og svo ef þið langar að segja flóknari útgáfu af þeirri sömu setningu, að þá ef þú hefur tíma gætir þú fyllt inn í eyðurnar ef þú gefur þér tíma innan samtalsins þar sem að þú þarft að segja þannan hlut. Eða að hreinlega bara æfa nýja flókna hlutin og ná að segja það. Þar til að líkaminn kann hlutin líka og ekki bara hausinn þinn. Ég þarf að fara að hlaupa í það næsta verkefni, þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.